En við ætlum að setja okkur í samband við Hveragerðisbæ og á línunni bæjarstjórinn Aldís Hafsteinsdóttir. Komdu sæl. Já, komdu sæl. Hvernig hefur það í dag? Heyrðu, bara mjög gott. Jæja, glæsilegt. Heyrðu, hvað frétta frá okkar ágæta bæ? Heyrðu, það bara allt ljómandi. Að frétta hérna. Já. Prófum að vera og mikið líf í bænum fyrst mér. Já, nákvæmlega. Mér langar að byrja á etinlóðinni, eitthvað að frétta? Já, bærinn búin að leysa hann til sín. Sérstætt við vorum að enda við að kaupa lóðina af Landsbankanum. Þannig að það var ákveðið skref stigið þann dag sem það gerðist. Og þetta gerur þetta allt miklu léttara. Nú getur einfallega bærinn deiliskipulagt og úthlutað í samræmi við þær áherslu sem bæjarstjórn mun leggja. Verður byggt upp þarna eitthvað í samræmi við það sem var? Eitthvað sem þú getur sagt okkur? Það liggur ekki fyrir, en aftur á móti alveg ljóst fyrir að það verið að vinna að hugmyndum, að uppbyggingu á einhvers konar etin á Tívolilóðinu sem þarna bara hinum með göttuna. Já, þetta spennandi og eru gaman að fylgjast með og sjá hvað kemur. Já, og það bara góður gangur í þeim viðræðum, skils mér, og það svona, ég á vona á einhverjum fréttum varðandi það, jafnvel í næstu viku síðasta leið þar næstu. Og frábært, við bíðum spennt. Herru, svo búið að vera svolítið rætt ekki bara í Hveragerði, heldur í nágrannasveitarfélögum kurl á Gervigrasvelli. Já. Þetta eitthvað sem að margir vilja losna við og hvað hefur bæjarráð það að segja? Já, við fengum eins og önnur sveitarfélög erindi frá Heimili og skóla í síðustu viku og tókum það fyrir á bæjarráði og bæjarráð samþykkt að vísast til gerða fjárhagsáætlunar hvort við myndum einfaldlega ekki bara skipta út gervigrasinu og setja bæði nýtt gervigras sem að þá fara leiðandi væntanlega þyrst ekkit kurl á. Þetta gervigras í okkur, við erum með hefðbundin KSÍ gervigrasvöll í svona kannski aðeins í yfirstærð sem var, alltaf hann hafi ekki verið byggður hérna upp í kringu 2004, þannig að hann orðinn 11 ára gamall og það náttúrulega einfaldlega tímabært að skoða bara endurnýjan á gervigrasinu í heildsiti. Já. Mér finnst nú afar líklegt að það verði niðurstaðan. Nákvæmlega. Árborg var að senda frá sér held ég tilkynningum að skipta þessu út, kostnaðurinn á bakvið það verið 33 milljónir, þetta svolítið kostnaðarsamt? Já, Árborg er auðvitað með miklu meira og stærri velli heldur við. Við erum með svona lítinn völl, þetta mun kosta 5 milljónir hjá okkur, sýnist okkur. Já. En svo aftur stóra gervigras hjá okkur sem inn í Hamarsfjall, þar ekki þetta svarta kurl, það var tekin ákvörðun það þegar það var lagt að það önnur tegunda kurli, það þetta gráa sem á að vera svona heldamara. Já, akkurat, nákvæmlega. Herru, svo rakst ég á skemmtilega frétt inn á heimasíðinu hveragerði.is að eldri borgarar og Rauði kross Íslands ætla aðstoða við lestrakennslu. Þetta finnst mér mjög sniðugt. Já, mér líka. Og öllum sem hafa séð þetta finnst þetta mjög vel tilfundið. Og þetta sem sagt að frumkvæði þessara félaga, þau sendu hérna erindi og hafa áhuga á að koma þessu. Og ekki síst þetta nú í kjölfarið á undirritun þjóðarsáttmála sem læsi að þeim finnst og þau vilja bara leggja sitt að mörkum. Já. Og það alveg óbúðslega vel þegið, því að eins og við vitum þá hefur lestur svona verið, það búið að setja hann á oddinn víða. Já. Og við viljum gera það líka og gera allt sem okkar valdi stendur til að börnum okkar gangi sem best. Og ef þetta getur verið liður í því þá að sjálfsögðu þykjum við það með þökkum. Já, sjálfsögðu. Og lestur náttúrulega grunnur alls? Já, og það mitt vita það allir og við til dæmis erum hér í samstarfi sveitarfélaginu í Árnessýslu utan Árborgar með skólaþjónustu og velferðarþjónustuna og það eitt af markmiðum þeirra starfsemi mitt að setja lestur og oddinn. Þannig að þetta passar mjög vel mitt inn í það líka. Já, algjörlega. Vonandi að þetta verði bara að raunveruleika. Sumarið sem var þokkalegt sumar að baki ferðamál í Hveragerðisbæ, verið að vinna á einhverjum verkefnum með það? Já, við erum bara alveg á fullu. Við ætlum okkur að gera það þannig að Hveragerði haldi sínu sessi sem ferðamannabær. Hingað hafa komið mjög margir ferðamenn og við höfum sífellt verið að gera betur. Hér eru mjög öflug fyrirtæki í ferðarþjónustu líka og bæjarstjórn tók það ákvörðun að ráða verktaka á sviði ferðamála og atvinnuuppbyggingar og það Davíð Samúelsson sem mjög margir sunnlendingar þekkja nú að góðu einu. Hann var fyrsti framkvæmdastjóri markaðsstofu Suðurlands
og nú hann bara í vinnu hér hjá Hveragerði við að fá góðar hugmyndir og hrinda þeim í framkvæmd og tengja fólk saman og koma okkur af svona virkilega almennilega á kortið og mér finnst það fara mjög vel að stað hjá hann. Já, frábært. Ég veit það náttúrulega, það vita það allir að þegar Eden var og hét að þá var það gríðarleg, ég getur sagt gulrót fyrir Hveragerðisbær, það var mikið af ferðamennum sem fóru í Eden. Verið að vinna að ykkur til þess að efla innkomu ferðamanna eða? Já, það er náttúrulega þessi hugmynd að nýju Eden sem að væntanlega við munum sjá hvort það kemst á koppinn. Það verður, ég sé svona, 2 vikur í það. Síðan erum við að vinna að heilmiklum hugmyndum varðandi Hveragarðinn í miðbænum. Já. Sem að, það er nú svo merkilegt, þetta er nú mjög vel falið leyndarmál fyrir Íslendingum sérstaklega. Já. En erlendir gestir þeir flykkjast í Hveragarðinn og það er svolítið gaman að segja frá því að árið 2003 að þá komu 2000 gestir í garðinn. Þá var ókeypis inn. Já. Núna kostarinn í hann, reyndar ekki mikið, það kostar minni með 200 krónur og það eru komnir 22.000 gestir þar sem af þessu ári. Já. Þannig að okkur finnst hafa tekist vel til að markasetja þennan stað. Þarna geta gestir komið og gestir aðgang, það er leiðsögn, það er gróðurhús með bananatrjám og vínberaplöntum og fleiri. Og svo er þetta sjóða egg í hvernum og taka brauð úr brauðhólunni og borða svo herlegheitin og jafnvel á með þú ferði fótabað eða leirfótabað með hendur og fætur. Já, þetta hljómar vel. Þannig að þetta hefur tekist mjög vel og þarna eru við með hugmyndir sem verða kynntar á bæjarstjórnarfundi á morgun. Frábært. Að enn frekar uppbyggingu. Og svo eru þetta líka á morgun, þá er kynnt á kynning í bæjarstjórn fyrir bæjarfulltrúum á hugmyndir sem að Náttúrulækningafélag Íslands er að vinna að varandi uppbyggingu hjá þeim. Já, þetta er frábært. Og síðan er líka verið að vinna það eru einstaklingar að vinna að uppbyggingu á böðum, jarðböðum og hóteli hér inn í Reykjadal. Ekki inn í Reykjadal segja, hérna inn í dalnum fyrir ofan Hveragerði. Þar sem að við skipulögðum lóð fyrir ferðarþjónustu og aðra tengdastarfsemi. Þannig að það er líka verið að vinna því. Þannig í rauninni eru 3 mjög stór verkefni í gangi fyrir utan það sem að bærinn er síðan að vinna sjálfur. Er þetta ekki Aldís einhver heilsulind sem er verið að spá í þarna uppi eða? Jú, það er verið að velta fyrir þessu svona jarðböðum og heilsulind og hóteli tengslu við það og afþreyingarþjónustu. Þannig að það er mjög mikið í gangi og það er bara mjög spennandi tíma framöndan og gaman að fylgjast með hvað og hvert af þessu, ef ekki allt, verður veruleika. Algjörlega, þetta er spennandi og er gaman að fylgjast með framöndum mála. Aldís, takk fyrir þetta og eigðu góðan dag. Hefðu sömuleiðis, takk. Takk. Já, gleðis.